Ég er trist í því. Það er ekki tjótt. Ég er trist. Það er búið að vera ógeðslega. Ég finnst ekki, sko, ég er ógeðslega. Ég sagði aldrei sund. Hvað var búin að ákveða það? Ég nota sett í svona í hóð. Ég ætla bara að styrta spurning. Ég ætla ekki að koppa líka aldrei koppa. Kennar minn syngur hvernig ég sé að það koppa. Gerum það. Þú veist að þú gerir texta sem setur bara heist text orði. Það kemur bara eitthvað svona merki og það. Þú ert að gera þetta sjálf. Já, ég bara punkta og skrifa út og punkta og skrifa svo, já. Það er svo næs að nota tölvu og tjekki það voru með word-scan og það getur bara svara spurningum það er hljóðum hann búið með það þetta er reysið Vonum að þetta frýsa ekki aftur. Ekki ég. Nei, sem eru bara sko Góðan dag. Alright, klukkan er orðin korter yfir. Ég mun halda áfram að hleypa fólki hérna inn í fundina á netinu. Myndir örugglega einhverjir fleiri mæta. En við setjum þetta bara af stað. Ég byrjaði með upptökuna sem mun fara síðan inn á Abler ásamt öllum klærunum. Þannig að þessum missa líka af fundinum geta horft á hann eftir á eða ef einhver myndi vilja horfa á hann eftir á. Þá er það hægt. Þannig að þetta er fundur fyrir æfingahópinn okkar U18 sem er hópur 15 til 18 ára ásamt þeim sem munu vera í þessum æfingahópi á næsta ári. Og þeir sem eru fæddir 2011 geta byrjað að mæta með þessum hópi eða vilja núna strax eða haldið áfram að mæta með sínum. Ég veit að það eru margir sem að taka sér tími að púsla saman dagskráni en þetta er satt fyrir þessa iðkendur. Fyrir núna út veturinn og líka fyrir næsta ár. Þannig að ég fæ bara að byrja að tala um það sem við erum að fara að gera á þessum fundi, tala um iðkenda tölurnar í klúbbnum, ekki að skipta öllu máli en það er ástæðan fyrir sumum af breytingunum sem við erum að gera á skipulaginu. Við talum þjálfarana sem eru með þessa æfingahópa, nokkrar nýjungar niður í Hraunkoti, árið 2026, bara hvað er við að búast, hérna í Keili og líka bara í golfi á Íslandi. Skipulag æfingan okkar, núna í vetur og áætlunum fyrir næsta árið og síðan æfingarleiðir 2026. Þannig að þetta er bara í starfin okkar, akkurat núna, iðkendur yngri en 18 ára eru 192. Þetta eru þeir sem eru búnir að í rauninni greiða æfingagjöld út árið og ef við fyrir bara í þennan æfingahóp sem er hérna síðastliðið ár, bara þeir sem eru skráðir, búnir að borga æfingagjöld og skráðir alltaf 2010 til 2007 eru 46 iðkendur og ef allir halda áfram að æfa og það bætist enginn við og við tökum 2011 árganginn okkar upp og 2007 fer yfir í eldri en 18 ára iðkendur að þá mun þessi æfingahópur muni bætast við í rauninni 18 í viðbót. Það er í rauninni bara mjög stór árgangur hérna 2011, það eru 25 iðkendur þar
Þannig að samaskapa voru 71 þarna í 11 til 14 ára að það svolítið að jafnast út núna þessi tveir aldurshópar, 15 til 18 ára og 11 til 14. Kynja hlutfall okkar mjög jafnt í gegnum í rauninni allt starfið og það rúmlega 2 strákar á hverja eina stelpu. Þannig að tæplega 30% stelpur og það í rauninni í öllum æfingahópunum okkar. En þannig að eru það bil 20 stelpur sem æfa í þessum æfingahópi. Miðað við fyrri ár að þá þetta örlítil fjölgun. Það voru 186 skráðir í fyrra sem voru þá skráðir á Abler. Ef við förum yfir æfingagjöldin sem búið að ganga frá og mætingarna sem við erum búin að sjá á æfingar að þá þetta 65 sem búið að bætast við. Þannig að það talsverð aukning af þeim sem við erum að sjá að skrá sig og vera að mæta ítrekað á æfingar. Alright. Þjálfararnir sem að verða með þessum æfingahópi eru Axel Bóðarsson, Karen Sævars, Ísak Jassonarsson, Svanberg Gatti og ég sjálfur. Þetta eru þjálfararnir sem að þið munu sjá bara á æfingum, trekk í trekk. Og þið munu vita að það eitthvað breytingar þar á. Axel Bóðarsson afreks- og yfirþjálfari, þannig að hann sér alla þjálfun meistaraflokkskylfinga fyrir þá 30 kylfinga sem eru með á samning hjá okkur. Að hann sér alla einstaklingstjálfun hjá þeim í gegnum klubbinn. Og hann setur núna akkurat með nýju skipulag, hann setur alla tímaseðla fyrir þessar almennu æfingar hjá öllum sem æfa hjá okkur, alveg niður í 6 ára gamla. Þannig að hann byrjaður að svolítið búa til æfingar eftir sinni stefnu í gegnum allt starfið. Og síðan ég íþróttastjóri og ég sé í rauninni allt utanumhald og samskipti. Það bara minni ykkur á, ef það eitthvað sem þið viljið koma á framfæri, eru með spurningar að geti haft samband við mig, tölvupósti, Abler, símanúmer og fyrir þá sem eru forvitnir stefnun okkar, að það ennþá íþróttastefna í gildi sem að kom út 2022, sem á við árin 2023 til 2027. Hann hægt að finna hérna í glærukynningunni sem að fer inn á Abler, ef einhverju vilja lesa í gegnum það, að við erum fyrirmyndafélag og áætlunin að endurnýta þau réttindi árið 2027, nýrri íþróttastefnu og þá með örlítið breyttum æfingaáherslum þar sem að ég og Axel erum að búa til í raun okkar æfingastefnu. Þótt að margt varðandi verkferla okkar í öllum eineltismálum og öðrum muni halda sér mjög svipuð. Alright. Þannig að nýjungar í Hraungoti. Það mun koma tilkynning í kvöld í fréttabréfi á alla meðlimi að í byrjun nóvember að þá mun íþróttastarfið í Keili og golfkennarar Keilis vera með í rauninni fullan aðgang að Hraungoti, það að segja innisalnum bæði niðri og uppi og öllum básunum í nýja skýlinu fyrir utan kennarherberginu á milli 4 og 7, þetta meðan æfingar eru. Þannig að þetta við vorum bara að fá þetta í gegn á stjórnarfundi fyrir rúmum mánuði síðan og við höfum aldrei fengið þetta á, við höfum alltaf verið með í rauninni helminginn af nýja skýlinu og síðan bara salinn niðri og komið fyrir það bil 20 iðkendum á hverja æfingu, en núna þegar við erum með allt nýja skýlið og að bæta við hitalömpum í alla básana og ég held að það sé verið að tengja þá. Við erum allan búið að fara einhverja framkvæmdir niður frá. Við erum að breyta efri hæðinni sem var fundarsalur í birtarherbyggi. Þannig að núna í staðinn fyrir að koma 20 iðkendum á æfingu þá komum við miklu fleirum og munum geta tekið á móti þessum æfingahópi eins og hann leggur sig á sama tíma. Þannig að í gegnum vikuna í þessum 2 æfingum. Þetta verður á góða skipulagi okkar megin, en það mun vera mjög vel gert. Og eins og ég segi, þetta mun vera ný staðsetning allara styrktaræfinga þá bara í Hraungoti. Við höfum verið með það inn í kennaraherbyggi
Það sem þá ekki hægt að slá inn í básunum á sama tíma. Við höfum verið upp í Kaplakrika og Urðarhvarfi og út allt. En núna munu allar styrktaræfingar hjá okkur fara fram bara niður í Hraungoti, sem mjög spennandi. Sú framkvæmd, ég að vonast til að hann byrji í vikunni, en hún mun í rauninni vera í gangi í gegnum allt tímabilið, en þótt að það sé ekkert þarna inni. Við getum samt byrjað að vera með styrktaræfingar þar. Við erum bara, svolítið kreatív þar. En mjög skemmtilega breytingar af vendum, eins og hafa verið, það vera alls konar uppfærslur með helmingina hitturunum og náttúrulega Trackman Rangeið, en þannig nú það. Þannig að skipulag æfinga, ég rauninni bara eins og þær hafa verið núna í október, þessi almenna þjálfun, sem þessar 2 æfingar í viku, sem að miðast bara við íþróttaiðkun í íþróttafélagi hjá ISI. Þær eru hjá þessum æfingahóp mánudag og miðvikudag 17:30 til 19:30. Við erum með fjölskyldugól milli 10 og 12 fyrir þennan aldurshóp, það örugglega að þau vilja taka yngri systkini sín eða bara mæta og leika sér í gólfi. Það alltaf milli 10 og 12, skemmtileg þrautabraut sem hægt að fara. Við erum að fara að vera með mánaðarleg gólmót í Trackman Range á í hverjum aldurshópi fyrir sig og það sem keppt með og án forgjafar. Og ég mun á næstu glæru útskýra aðeins nánar hvernig þessi mót virka og hvernig maður getur tekið þátt. Og síðan inn í þessu líka við munum setja inn á alla æfingahópana okkar einu sinni í mánuði fyrirlestur varðandi einhvers konar þema innan lýðheilsu, þar sem við myndum vera með upplýsingar eitthvað varðandi heilbrigðan lífstíl og eitthvað markmið sem að við getum séð fyrir að allir geti tekið til sín. Og við erum í raun að gera, í fyrra buðum við til dæmis öllum iðkendum upp á svona frekar langt komna íþróttasálfræði fyrir alla iðkendur í starfinu. Og sem að kannski átti ekkert við alla. Þannig að við munum ennþá vera með hana, bara í rauninni meira svona inn í afreksþjálfun, en munum koma með þetta inn í alla æfingahópana okkar út af því að þetta eitthvað sem að ég held að allir njóti út af. Komdu. Vonandi ég ekki verið að tala við mig að koma. En varðandi lýðheilsuna að við erum með meistaraflokkskylfinga og landsliðskylfinga og eins einfaldur hlutur og bara vera með markmiðum að sofa nógu vel eða drekka nógu vatni. Þetta eitthvað sem að mun allir geta tekið til sín, ég eða hver sem Og sérstaklega fyrir landsliðskylfinga ef maður að keppa í 12 mótum á ári og reyna að ná 40 klukkustundum að æfa sig, að það bara ákveðnir hlutir sem að þurfa að vera í rosalega góðu lagi í bara grundvallaratriðum í almennri heilsu sem að við ætlum að koma með að krafti þetta árið. En varðandi mánaðarlegu Trackman mótin til þess að geta tekið þátt, og það mun vera í aldurshópur 15 til 18 ára, að það þarf að búa til Trackman aðgang. Ég veit að það eru margir með Trackman aðgang, en þið gerir það annaðhvort á trackman.com, það er að fara í sign up eða í Trackman appi í símanum sínum. Og netfangið sem á Trackman appinu þarf að vera á einhverjum stað inn á Abler síðu iðkandans. Það til þess að hann fái sér boðið á rétt tölvupóst til að geta skráð sig í mótið. Þannig að þegar ég sendi út boðin á Trackman, að þá copy-pasta ég tölvupóstlista æfingahópsins af Abler, set inn á Trackman og það sendir út þetta boð. Þá þegar þið opnið boðið í tölvupóstunum ykkar getið þið skráð ykkur þar í mótið og þegar þið eru skráð getið þið hvenær sem í mánuðinum farið í bás einhvers staðar niður í Hraungoti, loggaði ykkur inn annarkvort með notendanafn og lykilorði eða bara með Trackman appinu, farið í tournaments, valið mótið, spila hring, þannig að við munum vera með nýja velli í hverjum einasta mánuði og ný mót í hverjum einasta mánuði.
þið getið spila hringinn ykkar, séð skorið ykkar, valið hvort þið viljið birta það eða ekki. Þannig að ef það er komin einhver skortafla og þið eru ekki sátt með hvar þið eruð, þurfið ekki að birta það og þið getið spilað eins marga hringi og þið viljið sem að munu samt gilda fyrir mótið. Þannig að ég get spilað 100 hringi og vonast til að besti hringur minn sé betri en hjá öllum öðrum ef að þeir bara spila 1 eða 2. Eða hægt að fela hver einstu hringi, en þetta er bara fyrir okkur til að geta séð hvernig við erum að standa okkur í skorinu í Trackman. Þetta er ekki það sama og að spila golf, en þetta er eitthvað sem við getum boðið öllum iðkendunum okkur upp á. Bæði þeirra keppni við sig sjálf, geta séð hvort maður sé að bæta sig ekki, þetta fer inn í Trackman forgjöfuna hjá manni, og líka hvernig maður er að standa sig innan æfingahópsins og geti verið bara skemmtileg keppni. Og við munum gefa allavega núna í nóvember og desember verðlaun fyrir besta skor og með og án forgjafar. Síðan ef við aðskiljum það sem við köllum almenna þjálfun og afreksþjálfun, eins og við talaðum í ISI og GSI og fleiru, að við munum bjóða þessum æfingahóp upp á morgunæfingu í raun á sama tíma og í fyrra, nema í staðinn fyrir að kalla þetta opna morgunæfingu, að þá er þetta bara morgunæfing sem byrja 6:15, það verður búið að setja upp alla þrautirnar, að mæta allar á sama tíma, hún er 1,5 tíma, búin 7:45, veit ekki að því að neitt skóli byrji fyrir þann tíma, en þá þeir sem að vilja mæta þessa æfingu geta það. Við verðum síðan með sama koncept varðandi svona spilaæfingu á föstudögum milli 2 og 5, þar sem eru í rauninni bara þrautir. Ef einhver hafa mætt á fjölskyldugolf, þetta er í rauninni það nema bara á herra leveli, þar sem maður er að prófa sig í púttum, vippum, slætti og er að fá eitthvað ákveðið skor á einhverjum velli. Þetta er ekki golfvöllur, við erum að reyna að kanna allar hliðar leiksins á þessum æfingum. Maður fyrir gegnum einhverja þrautabraut og safna skori eins og maður myndi gera út á golfvelli. Og í þessum styrktarsal munum við vera með styrktaræfingar. Ég er að reyna að tengja þetta saman þannig að krakkar geti mætt á styrktaræfingu og annaðhvort fyrir eða eftir tekið þessa spilaæfingu á sama tíma. Þannig er í rauninni 2 æfingar á föstudögum og styrktaræfingin fer líka inn á Abler fyrir það sem maður vilja taka það á öðrum tíma. Og þarna mun líka vera tækifæri til að taka íþróttasálfræði fyrirlestrana. Við munum reyna að fá landsliðsþjálfarann til að koma og tala við okkur áherslurnar sem hann er með. Og við erum með markþjálfa sem að getur komið alls konar dót, svipað eins og Hrönn var með. Þá vorum við með 6 sinnum yfir tímabilið. Við erum að reyna að gera eitthvað svipað, að koma eitthvað fyrirlestur og eitthvað svona menntun í bara hvað það þýðir að vera íþróttamaður reglulega yfir tímabilið. Ok? Þannig að bara svona næsta ár, þá mun þessi flokkur vera þessir æfingahópar. Það gæti verið að GSI setja það á íþróttafélög að þau þurfi að kalla æfingahóparna sína eftir fótboltakerfinu. Þannig að þá væru þetta, ég veit, 3. og 4. flokkur eða eitthvað svoleiðis. Það í rauninni breytir engu nema nafnið myndi breytast. Við myndum segja að þetta væri U16 og U18 og þá myndi þau heiti breytast. Æfingatímarnir eru þeir sömu, þjálfararnir eru þeir sömu, það eru sömu iðkendur í æfingahópunum, nafnið myndi bara breytast. Þannig að ef að það gerist, að þá mun koma tilkynning það. Annars er þetta æfingahópurinn, alveg sama hvort þessi breyting á sér stað eða ekki með hvað það heitir. Mótahald í þessum aldurshópi á GSI heldur, hélt allavega á síðasta ári 8 mót fyrir þennan aldurshóp. 6 höggleiksmót, 1 holukeppnismót og 1 sveitakeppni. Liðakeppni nokkar þar sem að við keppum öll saman. Í þessum mótum öllu nema sveitakeppninni var hámarksforgjöf 20. Við vorum með í fyrra innanfélagsmótaröð fyrir krakka yngri en 14 ára og
af því að við erum bara að sjá fjölgun í golfi almennt, meðal annars í þessum aldurshópi, og það hefur verið svona í gegnum tíðina að þeir sem eru að keppa á þessum aldurshópi hafa verið að komast inn á unglingamótaröðina, en við erum að sjá fleiri og fleiri dæmi þar sem að það er ekki að gerast. Þannig að fyrir innanfélagsmótaröðina sem að hefur verið fyrir 14 ára yngri, þá sem eru að byrja að keppa, að við munum sennilega að byrja með aldurshóp það sem að verður líka 15 til 18 ára, fyrir þá sem að vilja safna sér reynslu að keppa áður en þau fara inn á GSI mótaröðina. Ef þau eru ekki komið með hámarksforgjöfina, þau eru ekki komist inn á mótin, að það verður samt hérna innan klúbbsins vettvangur til þess að vera að keppa. Já, ég mun tala stuttlega mót erlendis á síðustu glærunum, en þetta eru þau sem eru satt á Íslandi hjá GSI og Keili. Varðandi stefnur ISI, IBH og GSI, við reynum að gera allt sem við gerum innan Keilis í takt við þau íþróttasambönd sem við erum hluti af. Ég búinn að sitja 2 þjálfaranámskeið hjá ISI til dæmis síðasta árið. Ég búinn að taka þátt í ársfundi IBH og fullt af fundum með íþróttastjórum og tók þátt í stefnumótun GSI og bara verið að kanna hvað það er sem að virðist vera mikilvægast þegar að við tölum umræðina bara í golfíþróttinni á Íslandi. Það talaði bara almennt í öllum íþróttum að við viljum aukna lýðheilsu, við viljum geta boðið öllum sem vilja æfa þá íþrótt sem þau vilja æfa, við viljum geta boðið þeim í íþróttina okkar. Og það er eitthvað markmið hjá okkur, það er annars með þessum breytingum á æfingum hjá okkur, að geta boðið þeim sem að vilja æfa golf inn í starfið okkar, tekið vel á móti þeim og sé til þess að þessi lýðheilsa varðandi bara heilbrigðan lífstíl, góðar venjur og allt það góða sem að fara úr því að æfa íþrótt, að við séum að ná þeim hlutum og kannski í einhverjum tilfellum og í einhverjum tilfellum að halda okkur frá einhverjum öðrum verri venjum. Það er eitthvað sem að við ætlum að standa við og gera bara okkar allra bestu getu. Á sama tíma er mikil umræða afreksvæðingu og meðal annars bara innan GSI mikið umtal afreksvæðingu. Meðal annars hefur verið fyrir það bil 2 ára var mótaröðunum breytt á þann hátt að það átt að minnka afreksvæðingu undir 14 ára sem að við fylgdum bara mjög mikið og höfum reynt að forðast síðustu 2 árin. Á sama tíma höfum við séð í rauninni landsliðs mál GSI, allt val og landsliðshópurinn hjá GSI hefur verið að yngjast og yngjast. Og meiri og meiri afreksvæðinga færast yngra og yngra án þess að fara undir 14 ára. Þannig að við erum að reyna að koma inn eins mikilli afreksvæðingu og krakkar vilja þegar þau eru orðin 15 ára, en við erum líka byrjað að bjóða upp á afreksvæðingar undir 14 ára yngri sem að í rauninni hefur ekkert með ykkur að gera akkurat núna, en við erum satt að bjóða upp á einhvers konar svona afreksæfingar fyrir þá yngri krakkana. En fyrir ykkur, fyrir þetta, það er hægt að æfa golf, bara almenn þjálfun, eins og hefur verið núna í október, þessar 2 æfingar í viku, og það verður líka hægt að fara ef maður vill æfa golf upp á að vera afrekskylfingur, að í þessum aldursflokki þarf ekki að vera eitthvað getumörk, það er rauninni bara að fólk sé að gera að mæta þessar æfingar. Þannig að þá fyrir við inn í æfingarleiðir Keilis á næsta ári. Í ár vorum við með í rauninni 1 valkost fyrir þennan aldurshóp, að það var bara að æfa golf hjá Keili. Inn í því var, ég veit að það hefur kannski ekki verið, í sumar vorum við með 3 spilæfingar í viku, 6 mótnana, sem voru þessar valfrjálsu æfingar. Við vorum síðan með þessar 2 æfingar í viku. Síðasta vetur vorum við með styrktaræfingu, morgunæfingu og þessa spilæfingu, í rauninni eins og við erum að gera núna, nema þær voru allar valfrjálsar fyrir alla þá sem ákváðu að æfa golf hjá Keili. Í rauninni það sem að breytist núna, það verður hægt að velja hvort maður vill vera í almennri þjálfun, sem eru þessar 2 æfingar,
eða maður vill vera í afreksþjálfun, að þá hærra æfingagjald. Það rauninni almenna þjálfunin lækkar í verði af því að maður ekki að borga fyrir æfingarnar sem maður ekki að mæta á, sem þá aukaæfingarnar, og það hægt að borga fyrir þessa aukalegu þjálfun sem eru morgunæfingarnar, sem eru styrtaræfingarnar og spilaæfingarnar. Þannig að við erum að reyna að halda þessum tveim hlutum aðskildum, þessari almennri þjálfun og afreksþjálfun, og ekki að reyna að ýta einhverjum inn í afreksþjálfun sem vill ekki vera þar, en á sama tíma viljum við sjá til þess að þeir sem vilja komast í landsliðið og ná að verða bestar á Íslandi eða komast í háskólagólf, að við séum að gera allt sem við mögulega getum og nýta þær auðlindir fyrir þá kylfinga sem vilja það í gegnum í rauninni þetta kerfi. Þannig að á næsta ári það mun vera hægt að velja þessar tvær vörur. Það sem þetta þýðir út þetta ár, af því að það er bara eitt gjald fyrir allt árið, það getur hver sem prófað þessar æfingar og bara sé hvort það líki vel við það. Og við förum bara í skráninguna á síðustu glærunni, en það mun að vera í rauninni 2 valmöguleikar fyrir hvernig maður æfir golf á næsta ári í staðinn fyrir eina. Alright, þannig að bara þannig að allir viti af þessu tækifæri, landsliðið að senda kylfinga í þessar 2 keppnisferðir næsta vor. Þetta alþjóðleg mótaröð sem heitir Global Junior Golf, sem bara þokkalega sterk unglingamótaröð. Það keppt í flokkum yngri en 23, yngri en 18 ára og yngri en 14 ára. Það ég held að 20 sé hámarksforgjöfin eins og á unglingamótaröðinni ef maður myndi vilja taka þátt. En þetta þótt að landsliðið sé að senda kylfinga á þetta mót, að þá öðrum kylfingum sem vilja taka þátt boðið að fara með. Alveg eins og við gerðum í fyrra, þá fór ég og Axel í rauninni fyrir hönd landsliðsins í þetta mót hérna, sem var haldið sömu tímasetningu á sama velli, þetta í páskafríinu. En það fóru að mig minnir 13 kylfingar með frá Íslandi sem voru ekki valdir í landsliðshóp. Sem bara vildu fara, það hægt að fara inn og skrá sig í mótið. Maður það fyrst að borga í rauninni árgjald á þessa mótaröð. Þá myndi maður geta tekið þátt í þessum 4 mótum og þetta sama mótaröð og hélt 2 mót hérna á Íslandi síðasta sumar á Kiðjabergi og Mosfellsbæ. Þannig ég vildi bara að allir vissu af þessum tækifærum fyrir þessi sem að vilja meira, að þá hægt að lengja keppnistímabilið aðeins og þá undirbúningstímabilið að blanda því inn í með nokkrum endurtekningum. Þetta satt í þessari ferði farið í 2 mót, þessari ferði farið í 2 mót og kostunum við þetta að það verða fullt af íslenskum kylfingum sem eru líka að taka þátt og það verða íslenskir fararstjórar í þessum ferðum. Gæti verið ég og Axel, það ekkert búið að ákveða neitt svoleiðis. Síðast voru við báðir hérna í þessari ferð. En bara þannig að allir viti að þessi mót verða. Það hægt að fara á eigin vegum ef maður vill fara í þessi mót eða hvaða mót sem inn á Global Junior Tour. Ég vildi bara kynna þessi út að það eru hvort þeir Íslendingar að fara. Og ég veit kylfingar úr þessum hóp sem eru hérna. Síðan erum við með æfingaferð til Spánar og ég held að þessi bara með næstu glæru. Þannig í þessum æfingum, það einhverjir hérna sem eru í meistaraflokk og það einhverjir af þeim sem að fara á Fair Play. Og getum tekið umræðum Spán sem að kemur örugglega að fundi loknum, við erum alveg með tíma fyrir umræðu. Ég vildi bara minna á í þessari umræðu akkurat. Við erum með mjög sterkt foreldraráð sem að bara með flottar fjáraflanir, en eins og við sjáum ef að áhugin að aukast og eins og í fyrra, ég held að það voru 13 kylfingar úr okkar hóp í þessi mót og fóru líka í æfingaferð og það að aukast, held ég á Íslandi, þessi skilningu fyrir því að við þurfum að fara að keppa meira en þessa 3-4 mánuði sem við gerum ef við ætlum að ná að halda í það aðra þjóðir og til þess að geta gert það, þá þurfum við að fjárafla mjög vel.
Þannig að foreldraráðið sem núna á eftir að hittast einu sinni til að gera upp í rauninni allar fjáraflanirnar og greiða allt út, meðal annars fjáraflanir sem var hérna út á Hvaleiri. Síðan munum við fá einhverja nýja aðila inn, það einhverja að detta út úr foreldraráði sem eru búin með sína setu og við erum í rauninni að auglýsa eftir fleirum til að koma inn í sem að myndu hjálpa við þá sérstaklega þessar fjáraflanir til þess að við getum reynt að senda sem flest af þeim sem að langar að fara á þessi mót og prófa sig á þeim að þau geti safnað eins miklu og þau vilja. Það sem að breytist aðeins með foreldraráðið að núna verðum við með í hverjum æfingahópi ætlum að reyna að vera með einn foreldra frá iðkanda. Þannig að stelpu og strák úr yngri en 10 ára, yngri en 12 ára, 14 ára, 18 ára. Þannig að allir æfingahópar séu með eitthvað aðila sem að geti tala fyrir þau. En við höfum verið með svolítið bland í poka. Þannig að við ætlum að reyna að setja það upp þannig á næsta ári. Þannig að þá fer ég bara beint hérna yfir í svona to-do-lista. Þetta er ekkert sem að allir þurfa að gera, þetta er bara ef þetta á við ykkur að þá er þetta sem ættu að gera. Ef þið eru fædd til dæmis 2011, viljið byrja að mæta með 15 til 18 ára, þið eru akkurat núna skráð í hóparna þannig að þið fáið tilkynningar fyrir báðar æfingar. Ef þið viljið bara fá fyrir 15 til 18 ára, látið mig vita og ég tek ykkur úr hinni æfingunni. Þið ykkar sem að viljið mæta á afreksæfingar, látið mig vita og ég skrá ykkur í hópinn sem að fær þær tilkynningar. Þannig að út árið, þetta er bara inn í æfingagjaldin okkar og getur verið tækifæri ykkur til að prófa þessar æfingar. Látið mig vita ef þið eru með áhuga til að mæta þar og ég bæti ykkur við þá hópa. En þetta mun ekki vera eins og síðast árið þar sem allir fá tilkynningar. Við erum með nafnalista upp á, eins og vorum stundum með nafnalista upp á 120 og síðan mættum 15. Við ætlum að reyna að vera með nafnalistan sem að ætlar að mæta og geta farið yfir hann á hverjum æfing. Og markmið okkar er að bæta gæðin á þessum æfingum með þessu. Þeir foreldrar sem vilja vera í foreldraráði að hjálpa geti senda með tölvupóst og ég get kynnt ykkur betur fyrir foreldraráðinu. Þeir sem eru með áhuga á að vita meira þessar keppnisferðir til Portúgal geti líka senda með tölvupóst. Og ef það eru líka einhverjir sem eru ekki búnir að fá staðfestingu fyrir Spánaferðina, ég man eftir einhverjum nöfnum sem voru ekki átti eftir að fá staðfestingu að ég held að Golfsaga er að klára sína síðustu ferðir og ég er að fara að funda með mínu manni bara strax í næstu viku. Þannig að það væri gott að fá bara öll nöfnin sem átti eftir að fá staðfestingu þannig að við getum farið beint inn í að græja það. Megi senda þetta í einum tölvupósti ef allir þessi hlutir eiga við. Og ég mun senda skoðanakönnun í næstu viku. Þá er það til alla þeirra sem að voru að æfa 2025. Elskum skoðanakannanir hérna í þjálfarateyminu. En við viljum bara sjá hvað fólki finnst almennt starfið. Eins og ég sagði, við reynum að gera allt eftir ISI, IBH, GSI, það sem að þau setja fyrir okkur. En það sem er mikilvægast, við erum að reyna að gera þessar breytingar í takti við það sem að iðkendur og foreldrar vilja. Að því sögðu, spurningar? Varðandi eitthvað? Varðandi Spánaferðina. Já. Það var eitthvað verið að tala um þetta bæta flugsætum fyrir að græja hótel og það vantaði að græja flug og veist eitthvað hvort að það sé verið að bæta flugsætum. Með að búa við fylltum ferðin okkar sem voru 80 sæti. Ég veit að öll önnur sæti í þeirri flugvél eru bókuð. Þannig að til að byrja með til dæmis þá fengum við 80 sæti og fengum að bóka meira sem að við fengum síðan ekki í þá ferðin þurftum í raun að færa yfir. Sem einhverjir 13 kylfingar sem að fara annað. En það er engin fleiri sæti í þeirri flugvél. Þannig að ef einhver væri að reyna að fara einhver aðra flugleiða þar þarf í raun að vera að græða gegnum Golfsugu til út af ég held að þau séu með öll hótelplássin þar. Þannig að, já, ok.
Varðandi hérna staðfestinguna á þessari bönn. Já. Og borguðu ekki eitthvað hérna í... Þannig að ef að maður greiddi staðfestingargjaldið og það fór bara í gegn og maður er með kvittun fyrir því, að það var maður í góðum málum. Ég veit að það eru einhver sem að reynda að greiða, fengu ekki að greiða, út af að það var fullt að einhverju leyti, en fengu samt loforðum að það væri pláss. Það er rauninni við, út af að við erum núna búin að færa þá sem að, þau eru búin að færa þá sem að voru bókaðir í þá ferð yfir í aðra, þannig að það er búið að búa til sætapláss í þeirri vél. Þá er maður með, já, þá er það allt klárt. Annað hérna sendur ekki þessar glærur? Jú, þannig að ég er með upptöku af fundunum og glærurnar sem að fara inn á Abler, sennilega í fyrramálið. Eitthvað frá hérna Teams, einhverjar spurningar? Þannig að þetta er, þannig að fyrir innanfélagsmótaröðuna að þetta er áætlað þeim sem er ekki að komast inn á GSI-mótaröðuna. Þannig að örugglega bara tengt þeirri mótaröð sem við vorum með núna í sumar. Þá vorum við satt með mótaröð þar sem að við héldum 3 mót, við vorum í samstarfi við Golfklúbbinn Odd, þar sem að þau héldu líka 3 mót. Ég veit ekki hvort að það verður út af það er rauninni á minni velli sem að væri kannski ekki alveg fyrir þessa iðkendur. Sveinkotsvöllurinn væri nú á langur og dægilegt að geta tekið 9 hólur fyrsta mótið sitt. En þá reyna að vera með allavega þá 3 móti yfir árið, þar sem að það geta allir tekið þátt og við rauninni neitum engum aðgöngu, en þetta er reynt að hafa fyrir þá sem eru ekki að komast inn á GSI-mótaröðina og geti rauninni verið of mikið álag fyrir þá sem eru að reyna að taka þátt í báðum. Þannig að. Já. Þannig að afreksstarf, þetta er í rauninni bara þetta er í rauninni bara þessar æfingar. Þannig að getur hann Ég skil. í afrekshóp hér ef hann kemst ekki á þess að spila Ég get bara íhuga málið og þetta er náttúrulega nýtt, við höfum aldrei gert áður og þetta er frábært spurning. Ég veit að við erum með frábæra íþróttamenn í golfi sem að eru yfir veturna, meira þess að einn okkar besti 14-áringur sem að mætti ekki á æfingu yfir veturinn og það var í einhverjum 3 öðrum íþróttum og stóð sér síðan mjög vel í sumar. Þannig að hann er að sjálfsögðu afreksskilningur og það er eitthvað sem við höfum hort á eins og þegar kemur að samningunum, að við höfum í rauninni bara hort á árangur í mótum. Já, akkurat. Og það er engin áætlun að þvinga þessar æfingar á neitt, hvort sem að það er út af því að þau eru öðrum íþróttum eða út af því að þau vil ekki mæta, að það er ekki þvinga upp á neitt að þurfa að mæta á þér. Og ég verð bara að kanna, já, ég verð bara að hugsa um þetta. Ég veit alveg. Já, ég skil, og þá sérstaklega eins og örugglega þegar kemur að fyrirlestrunum og verkefnavinnunni og eitthvað svoleiðis. Já, og náttúrulega sumt er bara, þarf að vera bara einstaklingsdæmi. Þannig að við erum að reyna að gera þetta sem best fyrir alla en munum líka höndla hvert og eitt dæmi sér.
Það var lofað að hún kæmi fyrr en áður og í janúar held ég að hafi verið sagt mig. Janúar að það myndi verið komin. Það verður golfþing miðjan nóvember, þar sem ég held að verði birt drög og jafnvel, ég held ég verið að vinna að því að reyna að klára það fyrir það. En kemur í ljós, ég hef heyrt loforð þetta áður og eins og bara með óklárað að það sé þá birt og það verða ekki klárað. Þannig að það kemur bara í ljós, en ég held að það sé janúar, seinasta lagi. Ég er komin í mótanefnd sjálfur, þannig að ég skal reyna að sjá til þess að þetta komi eins fljótt og hægt er. Ég er búinn að, já, það kemur í ljós. Þið megið reyna. Hvað segirðu? Þannig að það geta allir horta á golfþingið frá GSI að það mun vera hlekkur þar inn á það. Ef eitthvað vill horfa, ég held að það séu 3 dagar af fyrirlesturum. Ef eitthvað vill bíða eftir keppnisdagskránni. Hvað segirðu? Já, væntanlega. All right. Ef það er ekkert fleira að þá bara hlakka mjög mikið til að sjá ykkur í næstu viku. Takk fyrir fundin. Er einhverjar spurningar af Microsoft Teams? Ég heyri nú niður. Já, nei, við heyrðum bara ekki spurningarna sem kom úr salnum, sko. Hjá þér. Já, það var spurt hvernig mótaskráin myndi koma. Það var spurt Spánarferðina. Maður gæti giskað eðunar eftir svörunum. Var eitthvað sérstakt sem þú varst? Já, það er auðvitað með það var frá það kom akkurat með badminton nokkra sem eru í afreksstarfi þar. Og þið skildu væntanlega að á næsta ári munu vera með þessa almennu þjálfun og síðan afreksþjálfun og það var spurt hvort að ef einhver í afreksþjálfun líki annarri íþrótt og myndi ekki komast á þessar afreksæfingar, hvort að það myndi vera í rauninni útskúfuð út úr afrekshópnum og ég sagði í rauninni bara að ég þyrfti að kanna það. Það er náttúrulega, ef það er eitthvað sem maður vill mæta á eins mikið og hann mögulega getur og þá sérstaklega fyrirlestrana og vinnustofurnar og allt það, en bara kemst ekki á þær að við munum reyna að vinna með þeim bara sem einhvers konar einstaklingsdæmi að við vilja samt vera hluti af afrekshópnum, þannig séð. Ok, já, ok, flott. Og þetta er bara eitthvað sem ég þarf að hugsa meira og að tala við Kjartan bara hvernig við getum gert best. Akkurat. Geggjað, takk fyrir. Sömuleiðis. Hvað segir Viktor Tumi? Herru, ég ætla þá að slíta þennan fund. Ok, bye. Frosin á